við ætlum að byrja á bara almennum fréttum. María Pétursdóttir. Já. Þetta daufu fréttadagur? Já, svolítið. Þetta svolítið svona endurtekið efni frá gærdeginum. Alltaf frjósa kannski, þessu kall? Það allt í frosti. Þannig að það var til dæmis, það náttúrulega aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar kannski sem er framhaldsfréttir af, en núna kannski er að koma meir í ljós hversu lélegur hann er. Það er oft þannig að við höfum nú talað um þetta oft áður, að það er svona upplýsing óreiða. Og við tölum það gæra að þetta væri rúmlega miklu minna heldur en þau láta í veðri vaka, því að maður bara tekur tillit til verðbólgu og svona, þá er þetta sáralitlar breytingar. Og það finnst mér vera að koma í ljós núna, bæði niður á þingi, og ég sé að kjarnin er að skrifa um þetta. Já. Að það er eins og stjórnvöld geti bara ekki kynnt hlutina eins og þeir eru. Nei, það þarf að, það er eins og sé alltaf verið að reyna að setja þetta í einhvern smá glanspapír. Já. Svo náttúrulega kemur bara í ljós að þetta er kannski ekki eins. Já, þetta er kannski að skoða. Það er fyrirbrigði í Bretlandi til dæmis sem að er, hvað myndi það heita, svona fjárlaga umfjöllunar stofnun sem að tekur fjárlögin og kynnir þau með sínum hætti. Eitthvað mat á þau og annað. Það er svona svipað og nefndin sem að fór yfir fjárlög og annað slíkt myndi leggja eitthvað slíkt mat á það. Ég held að við ættum að fara að skoða eitthvað svoleiðis, því að þessar glærusýningar sem eru innæðslausar þegar skoðaðar, þetta eiginlega gengur ekki í lýðræðslegu samfélagi. Nei, kannski, og það er líka spurning með, eins og er náttúrulega verið að reyna að setja inn á alla vefi ríkisstjórnarinnar þegar það sem er talað um eða bara ríkisins í rauninni fyrir fólk með þroskaskerðingu og annað. Að svona fréttir í einföldu máli eða sagt var hlutunum eins og við erum að reyna hér. Eins og við erum að gera sagt var hlutunum í einföldu máli. Þá er kannski ekki hægt að gera þetta svona eins ruglað. Þannig að kannski ætti bara alltaf að vera svolítið svona í einföldu máli. Ég var ritstjóri lengi og mín ráðlegging til blaðamanna sem voru að byrja var alltaf að skrifa þau til sjálfsins eins og þú varst 12 ára. Já, komið með svona þá greind sem þú þurft að lifa með en enga fyrirfram þekkingu. Einmitt. Og þannig að tala bara á einföldu máli, stundum sagði mér á leigubílstjórísku. Leigubílstjórísku, já. Það tala bara á einföldu máli, segja hlutin eins og þið eru. Þetta er alveg að hverfa, og maður sér það líka bara í fjölmiðlum og hvernig fréttir eru skrifaðar. Maður stundum stóriðum að þeirra, svo sem skrifar þetta, skiljið þetta, Já, einmitt. Það er eitthvað að hjá okkur. Það er eitthvað að. En þannig að ráðleggingi væri að ekki hlusta á kynningafund ríkisstjórnarinnar, býði svona í 3 daga, þá svona hægt og bítandi, þá kemur í ljós hvað þarna var raunverulega. Einmitt, á bakvið. Heyrðu, fjárlaganefnd ætlar að styrkja fjölmiðla á landsbyggðinni sem er bara N4. Já. Þetta er svolítið svona Þetta byrjaði sem eitthvað annað. Þetta á að vera svona almennur stuðningur. Já. Og svo einhvern veginn fær fjárlaganefnd þetta, kemst saman kannski má vel vera að N4 eigi bara að skilja að fá 100 milljónir í styrk til þess að halda úti. Ég horfi nú ekki mikið á það, en þetta er ekki að norðan. En þetta er nú kannski svona svipað við erum að gera fyrir kúk og kanil. Já. Við fáum eitthvað styrk. Nei, við fáum eitthvað styrk. Þessu hvað er langt ángur til að Þetta stakki upp að við bara flyttum út á land nei. Já. Nei, ég segi við erum ekki með styrk og til þess að samstöðinu fengi styrk þá þurfum við að skrá samstöðuna sem fjölmiðil vera með starfsemi í 1 ár og þá getum við sótt árið eftir. Þannig að ég held að við gætum hugsanlega fengið styrk 2025. Þannig eru gyðingarnar Yes. En þarna til þess að breyta aðeins til þess að reyndar er ég alveg sammála að það á að styrkja fréttamiðl út á landi. Alveg sammála því. Nær fjölmiðlun er mikilvægsta fjölmiðlun og hún er líka oft hún er mikilvægst og þannig er til dæmis kerfið í Noregi að þar eru styrkirnir þeir eru búin að vera með styrki í mörg ár áratugi. Þar eru styrkirnir að næstæðsti miðillin og það voru þetta bara blöð fyrst og fremst. Næstæðsta blaðið á hverju markaðsvæði fær styrk. Og það er ótrúlega klókt. Ég hef verið í blaðútgáfu og blaðútgáfa er svolítið þannig að því að hún er keyrð svolítið á auglýsingamarkaði og það er þannig að
að stæðsti miðillinn á hverju markaðsvæði, hann fær alltaf mest á auglýsingunum og það bara lögmál sko. Þannig ef þú með 50% lestur og ég á mínu blaði 35%, að þá dugar mér ekki að selja auglýsingarnar helmingi ódýrara, því að ef að þú ert auglýsa hjá þeim sem eru stæðstur en ég auglýsi hjá þeim sem eru minni, að þá minnkar markaðshlutdeild mín bara kerfisbundið. Þess vegna leiði blaðútgáfa til þess að það bara einn drottnandi blað á hverjum stað, þannig var það áður en grófst undan blöðunum. Þess vegna styrkja þau bara næstasta blaðið á hverju markaði til þess að bæta það, því að það bara það sá sem að þarf stuðningin, sá sem stæðst og þarf ekki stuðningin. Nei. Og þegar maður ferðast Noreg, þá sér maður eiginlega afleiðingarnar af þessu, að þú kemur inn í svona meðalstóran bæ, þá niður í bæ alltaf sko hjálpastofnun kirkjunar eða svona ungt fólk með hlutverk með eitthvað svona þjónustu við veglaust fólk og skrifstofa bæjarplassis alltaf niður í bæ. Já, einmitt. Það þess að bæjarblað og fjölmiðl sem kannski enn 4 núna, blöðin ekki það öðruvísi fjölmiðlumhverfi, bara ótrúlega svona mikil líkil atriði til þess að sé einhver vettvangur fyrir samfélagi til þess að ræða bara sín mál. Mikil skaði til dæmis talandi fyrir norðan að dagskráin, sjónvarpsdagskráin. Já, var hægt að gefa hann út og ekki? Nei. Hún var gefin út bara með sjónvarpsdagskráni. Já. Og hún tók allar auglýsingarnar að þessu lítill framleiðslukostnaði við að búa til sjónvarpsdagskrá. Og þetta var bara prentsmiðan sem gerði þetta. Prentsmiðan vantaði bara að nota vélarnar á meðan að ekkert var í gangi. Hafði bara sjónvarpsdagskrá og seldi svo auglýsingar og dreifði í hvert hús á Akureyri. Það leiddi til þess að þeir sem voru að búa til blöð með einhverju fréttum og svona, dóu bara út. Það var alltaf verið erfiðleikum. Já, einmitt. En ég get haldið kannski seinna fyrir því svona fyrirlestur fjölmiðlun. En þetta bara lykilatriði. En hins vegar fjárlaganefndin að reyna að klæða þetta sem svona almennan styrk, af því að þau vilja ekki vera í sökuðum kjördæmabott, en þetta náttúrulega bara verið að styrkja enn fjóra. Já, einmitt. Fjóra. Já. Sem kannski svo sem allt í lagi sjálfsög líka, bara fínt, gott mál. Eins og það eitt galli við svona nærmiðla því að vera að mæra þá rétt á að þeim hættir oft til þess að vera þau geti ekki sagt slæmafréttir. Þannig að þetta verður oft svona bara góðar fréttir og þá verður þetta bara meira minna að vera að sannfæra fólk á svæðinu allt sé í góðu lagi. Þetta verður allt eins og svona bara gíslimartið. Það er að sannfæra okkur að við lifum bara í góðum heimi. Ef ekki væri fyrir fólki sem hringin út af sögu. Af hverju heldur þetta sé? Það því bara að því allir þekkjast svo vel og nálaðin. Já, nálaðin. Það stundur sagt að ef þú ætlar að vera blaðamaður þá eignast ekki vini, sko. Já, einmitt. Því að þú þarft svolítið að brynja þig fyrir því að þú til þess að geta verið bara með almenna fréttir. Það getur ekki verið að gera fólki greiða. Og ef þú gerist sko gaggrínandi myndlistagagrínandi eða leikúsgagrínandi þá bara á tímabili voru bara allir gaggrínandur með krabbamenn sko, ég heldur að við fengið svo vonda ströyma þannig að Núna það verið að fjalla ég sé það á Facebook að þá svona menningar forgólfarnir að ræðum það að það sé voruð svo mikil verðbólga í stjörnugjöf. Já, ég sá þetta daginn. Bara allir fá 5 stjörnur. Það kannski þess að þú ert að segja. Það er svo erfitt að vera gagnrýnandi og segja satt að þú bara byrjar að ljúga og segja ekki bara öllu 5 stjörnur. Já, einmitt. Þetta svona vandinn annars færðu bara vonda ströyma. Já. Þetta er vandinn við að vera í almennu hlutverki sem er að segja satt. Einmitt. En svo kannski vil ég segja lesandanum satt að bókin þín sé bara ömurleg. Já. En svo mér kannski bara vel við þig og ég verð alveg til í það svona persónulega að segja hún væri góð. Já, nákvæmlega. Þetta er flókið mál. Þetta er flókið mál. Í litlu samfélagi. Já. Herðu, Útlendingastofnun kvartar undan því að vera eiginlega undan grílu. Já. Út af jóladagatalinu. Þetta er svolítið svona þetta er pínlítið skemmtilegt mál eiginlega sko. Ég það með vinur minn var að segja mér aðeins frá þessum þáttum sko. Það ekki hort á það? Gær. Nei, ég horfi ekki á jóladagatalið. Ég hef ekki fylgst með því. En þarna er sem sagt búið að setja svið í rauninni mál sem að koma upp fyrir nokkrum árum. Það sem að flóttamenn
leituðu skjóls í kirkju. Og hent út í Laugarneskirkju. Já, einmitt. Og er Grýla í sögunni, er það forstjóri Útlendingastofnunar? Já, akkurat. Og hún er að kvarta við því stofnunin að vera... Já, að vera sett í þetta Grýluhlutverk. Það er ekki gott að fara að deila við skáldskap og... Nei, einmitt. Það er ekki kannski vanlegt til árangurs, ég veit það ekki. En... Þetta kom nú til tals í eitthvað staðar að Ilmur leikur Grýlu. Hann langaði svo mikið til þess að leika ílmenni. Já. Og eina ílmenni sem datt í hug var forstjóri Útlendingastofnunar. Já. En þetta segir ákveðna sögu að sko einmitt. Jó, þetta er náttúrulega ekki til meiri jólalegri sögur en saga flóttafólki, sko. Jólasagan er saga flóttafólki. Saga flóttafólks, það er náttúrulega málið. Já, þú fyrir flott á eftir. Já. Einmitt. Kom nú hérna skrá sig í manntal. Já. En það segir svolítið mikið sko Útlendingastofnun og forsvarsfólks Útlendingastofnunar kannski á Íslandi að það sé hægt að munstra það bara inn í sko söguna af Jesú, fæðingu Jesú. Svo líka ef að þú ert handtaka fólk í hjólastólum, hendaði í flugvél til hérna Grikklands, algjöru tilefnisleysi gegn því sem að dómstólar úrskurða. Vera með ótrúlega röskun og inngripin í líf fólks og meiða fólk. Og svo kvartar yfir því að það sé vera að fjalla um það. Já. Þetta spiluðu ekki einu svona Are We the Baddies? Jú, við spiluðum það daginn. Já. Já, þetta er svolítið einmitt. Nasistar sem var alveg bara að gruna það að vera eitthvað að. Já. Eru við vondukallanir? Já, einmitt. Já. Þetta er svolítið þannig líka, sko. Þannig ef þú ert að standa í þessu, þá verður þú bara að setja þig við það. Akkur eru við með svona hauskúpu á... Eru við vondukallanir? Já, einmitt. Já, þetta er bara... Svona er þetta bara. Herðu... Það eru með svo stóra þátt. Já, herðu, kuldin og vatnið, það er bara alveg, núna það er orðið svo kalt og það er spáð alveg allt upp undir sko 22 gráðu frost sko á föstudaginn. Hérna í bænum? Nei, fyrir austan, en alveg sko 10 pluss hérna í bænum. Þannig að hérna... Og svo ég segi frá því gera að ég keypti rafmagnsofn, svo sá ég það núna á Vísi að það eru uppseldir. Já, einmitt. Það er bara, að því hitaveitu-kerfið hefur ekki undan, það er ekki nógu mikill þrýstingur á kerfinu til þess að einhvern veginn hita húsin almennilega. Þannig að hérna, fólk er að lendi því að það hitnar ekki almennilega heima hjá þeim og vatnið, svo eru vatnsæðarnar líka í einhverju tómutjóni. Sprakk í Kópavoginum. Kaldavatnið? Já. Þannig að hérna, það var bara í næsta húsi við mig sko og þegar ég skróf frá krananum í morgun þá kom hann bara í svona einhverjum slurkum sko. Í ísmólum? Í ísmólum? Nei, bara það hökti, það var svona loft í gerfinu eða eitthvað, ég veit ekki hvað sko. Þannig að hérna, já, þannig að vatnið það var alveg rosalega langur kapli af kaldavatnslögninni sem að fór sko alveg 30 metra kapli sem er óskilinlegt og þeir veit ekki ennþá út hvað gerðist. Og hvað er málið? Er það innviðnir eða ekki búið að endur nýja þá? Það verist vera sko. Það er nú ekkert svo langt sinna fór stórkostlu skaði þegar það fór vasslögn. Upp í háskóla? Nei, þar náttúrulega, en síðan líka hérna hjá framheimilinu gamla. Já. Þannig, hvað heitir það? Sogamýrin og þar? Já, einmitt. Það var rann inn í nokkra blokkir. Já. Þetta er hryllilegt. Þau eru fengið svona vaskaða heima þar. Já, bara reyndar frá upptóttavélinni en ekki kannski svona... Þetta er hryllilegt. Vatn er algjört skaður. Já, það er það. Það er það sko. En þetta er, já, ég held að innviðinir sko, ég held að þetta sé bara sama og með miklumálin í skólunum. Ég held bara, það er eitthvað sem að hefur ekki verið eins og það hefur átt að vera varandi sko, því þeir veitur talum að það hefur verið byggt svo hratt og mikið. Þannig að hérna, þetta sé svona bundið við einhver hverfi þar sem er skortur og annað, en... Það er ekki að það segja úps við því. Nei, það er nefnilega málið. 4 blokkir, þú getur ekki sagt úps við því nefnilega. Þannig að það er eitthvað sem áalveg að vera nokkuð fyrirsjánlegt. En það var eitthvað skils mér og kannski tengist það COVID-árunum, ég veit ekki að það hef ekki verið til íhlutir í framkvæmdir og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég veit ekki. Alltaf grotna niður. Alltaf grotna niður. Herðu,
Já, það búið að mynda meiri hlutastjórn í Danmörku. Já. Lars Løkke, hann fer inn í stjórnina. Þetta er ótrúlegt svona utan frá síðan, það verður fljúa yfir Danmörku, þá er þetta bara ótrúlegt afrek. Hann klífur sig út úr fyrrverandi formaður, út úr venstri, stofnar eigin flokk, sigurveri kosningarna. Hann vill búa til breiða ríkisstjórn frá sósíaldemókrötum yfir til sín. Það verður til. En samt þegar maður les danska fjölmiðla, þá er engin til að gefa honum eftir það hann hafi unnið. Það er eitthvað við hann sem að veldur því að fólk vill ekki unna því að hann er eiginlega sigurverðin. Já, hann er bara ekki svona mainstream vinsæll, náttúrulega. Hann er það bara ekki. Nei, en samt er þetta furðulegast afrek sem að ég hef séð í politík. Því að enginn vildi þetta áður, Nei, einmitt. Venstri var alveg þvert á móti því að fara í svona... Já, þetta leit ekki út fyrir að þetta er eitthvað svona, Nei. Þannig að... Þetta er kraftverkamaður svo kallar. Já. Heyrðu, Efling fundar á morgun. Nei, föstudaginn. Já, við ætlum að tala hérna við Kolbrúnu Valvesdóttur og Sæþór Raldarsson. Já, á eftir. Stöðuna. Já. Þau eru skilin eftir. Það verður náttúrulega mjög gaman að fylgjast með því. Hvað Efling ætlar að gera? Það verður mjög forvitnilegt. Það á að þröngvaðum í því að bara sætta sig við þetta. Já. En ég hef grunum að þau eru ykkur rosalegu svona hópefli. Já. Við mæta þarna með hvað er þetta 40-60 manna samningarum. Einmitt. Þau ætla ekki að láta að beygja sig, Nei. Þetta verður mjög forvitnilegt. Já, ég grunum að þetta verður fjallað þetta verður auðaborðið margar næstu vikur. Já, það er ekki ólíklegt. Herðu, svo var ein frétt sem að mér þótti svolítið vænt að það er sagt, sjómennina. Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannafélags Íslands, segir þrautinni þyngri fyrir sjómenn að nota veikindaréttin sinn. Já, það er út af manninum sem að var rekinn frá Brím. Já. Því að hann hafði komið með vottorðum áfallastreitu. Bara fengið taugaáfall út á sjó og ekki verið leyft í land. Það var mikil sorgarsaga. Æsku vinur hans hann lá milli heims og helju eftir að eiginkona hans hafði verið myrt. Þetta er Blöndulsmálið og þau hafðu lent hjónin í einhverju öðru áfalli. Það kom eiginlega ofan á önnur áfall. Áfall, einmitt. Og hann var rekinn. Já. En hann segir sjómenn eru kannski sér á báti þarna þar sem þetta er að vera töff karlar sem er ekkert að vera að barma sér. Þetta er svolítið og ég bara ána með að þeir sé að stíga fram líka sjómenn og bara... Manstu þegar þau fengi ekki að vera í land með COVID þannig að vera ekki... Já, einmitt. Fyrir vestan. Já, akkurat. Já, þetta er bara svolítið klassískt málur, þetta er búið að vera bara, mikið þetta örugla. Þeir þurfa að missa halva hendina út á sjó eða eitthvað til þess að þyrlan komi og sæki þá. Svo líka eitt í þessu varandi sjómennina að því að það er alltaf færri og færri sem að útgerðamenn og þetta er bara kannski bara einhverjar fyrst og fremst tveir auðhringir sem eru með meira en helmingina af öllum kótanum og svo einhverju svona skottastar í kring að ef að þú ert rekin á einu stað eða til dæmis það er vonlust sjómenn alltaf með lausa samninga þeir eru vonlust fyrir það að vera í kjaraviðræðum og þeir geta eiginlega ekki verið með neina hörku kakað sínum viðsemyndum og þeir eru bara reknir og ef þú ert rekin þá er engins ræðug þannig að þeir eru að glíma sjómenn þá er bara búið að merkja þig sem vandræðagemsa sjómenn er að glíma við hvað þá ef þú kvartar undan brottkasti eða hverju sem er þá ertu bara eyrnamertur þá ertu bara eyrnamertur og hverki í vinnu þeir eru að glíma við bæði auðugast auðvaldið og það harðasta sem hefur tekist raunverulega að brjóta niður alla svona raunverulega verkefnisbarta já, þetta er ástandið Þetta var meira? Nei, ekki meiri bíli Þá séum við það gott af fréttum dagsins